Halloween stuðlaga þáttur og hann svona, við erum að hita upp fyrir stuðlaga ballið, Halloween ballið á Gilsarnum á Hendrix annað kvöld. Ég get ekki beðið. Með þess að líka Kiss kringlun og miði.is, nonni ertu búin að nælega með það? Já, ég er fullt af með þeim. Já. Ég ætla að vera á húninum helgina sko. Og hver er búningurinn? Ég veit ekki, hvað á ég að vera? Vertu trúður? Já, er ég það ekki alltaf dag? Því að það klikkar aldrei. Bara alltaf hárkolla, nef. Já, það er alltaf gott grín að vera trúður. Já, sérstaklega ofurölu trúður. Já, ég var svo ráfar staðinn með allt niður í trúður. Já, það er alltaf. Síðastu svona grímubúninga veisninga, þá fannst mér frábær hugmynd að vera Walter White í Breaking Bad. Svo löpuðu 5 aðri sem Breaking Bad. Mjög vandræðilegt. Já, það var eiginlega vandræðilegt, sérstaklega því ég pakkaði þessu partí saman fyrir árið síðan. Búningapartí á Blöð. Já, ég var mötli krúið fyrir sko, það gekk upp. Herri, það sem er í þættinum í dag verður náttúrulega fastilegir að verður sjálfsögðu spurt á svarað með Gilsarnum og við verðum með sturlaða staðrendir, við verðum með slúðrið, myndir fyrir cash, hvort myndir frekar og svo fá einhverja gesti. Já, 2 mest sexy gestir í sögu FM 95 Blöð. Já. Aldrei, og í einum þætti hafa jafn sexy gestir komið. Ég sammála. Eða skúpa þessu hverju þetta eru? Hilmir Snær og Björn Hlynur. Já, einmitt. Wow. Þemað er sexy hér í dag. Við varum að ræða þess að gæja eitthvað. Nú hefði War a Man átt að detta inn sko. Já, ég ekki bara ekki á tánum. Ekki á tánum eins og er. Blöð hefði ítt að War a Man hana. Já. En áru seint núna. En þeir eru hrikalega flottir, já, ég vikinn hann. Já, en við tökum smá spjallið þá meistara og hvað er meira framöndan, Richard, þú heldur utan þetta. Já, ég, Auði er búin að fara í marga góða dagskrárliði gegnum tíðina, nema hann hefur svona eiginlega tæklað þetta sjálfur. Mér er alltaf langað að sjá okkur aðra tækla þessa dagskrárlið, þannig að við ætlum að fara í eitthvað af þeim á eftir. Fórum í hins vegar nýjan lið sem hefur ekki verið gert í FM 95 Blöð. Ég og Gilsarinn tókum það hérna áðan og vorum að ræða þetta milli okkur og það var eiginlega bara snillt. Hvað var það? Hvað var það? Er ekki komin tími til þess að... Já, við fyrir bara það betur eftir. En ég ætla að segja það, manstu ég í gær, það fór hann á vísi.is, ég var í þættinum hjá mér í gær og ég ákvaði ætla að taka stuðlögin af Agli og ég veit hvað hann þykir vænt þessu stuðlög, það er svo að taka barnið á honum, bara ég myndi taka barnið á honum sem ég myndi ræna því, hann tekur því jafn illa. Þannig ég ætla að hringja í hann og segja hann basically að þetta væri bara off. Já. Og ég... Hann tók bara vel í það ekki? Mjög vel, getum bara hlusta á það. Eftir allt niður því. Farðu úr sokkniðinum, dýfðu honum hann í klósetti og trótt honum upp í munnina, Richard. Var nefn á mér, gegn þú var einu að ofana það. Jón Gunnar, nú þú starfað á FM og Mono og svona. Ef þú hefur verið dagskrárstjóri með þetta símtal og þú hefur fengið þetta frá Agli, hverju hefur svarað? Ég hef bara sett sama sokk í hann og hann hefði bara verið heima, en hann hefði væntanlega verið í ræktinu á þessi tíma núna. En Nonni Tattum og tala ekki svona um Tedman. Já, og tala svona um mig bara frekar það. Þú ert 9 ára dagskrárstjóri, Richard, og allt niður þig og þú veit. Það er ekki ágjör að. Jesús minn almáttur. Hvað er fyrsta stuðlagi? Við byrja þetta af krafti. Ég tek enga sjensa í byrjuninni. Fyrir beint í HP Baxter og félaga með slagurinn sem heitir 4 AM, Eat or Play og það strax. Hvað er HP Baxter? Ekki spurja, þetta er ekki þannig þetta. Þú spyrja spurninga, þú bara Eat or Play. Það áttur að blæða úr eyrun á mér. Já, þetta var skútsað með lagið 4 AM slagari. Það er á ferð. Geggjalag. Takk. Með okkur í dag til 4 Richard, Gilsi. Og hvað er að færa núna, Richard? Það er bara gamall og góður liður, það er slúðrið, það er það ekki alltaf strax eftir fyrsta lag? Það er pressa þegar að koma gott slúður. Já, ég get viðurkennt það, ég var lengi að finna gott slúður og... Laður metnað í þetta? Já, ég laði metnað í þetta, ég fór á allar slúður síður í heiminum, ég fekk Ivar Gett Mensen til að hjálpa mér, hann kongurinn í góðu slúðrið, sko. Já, komdu með það. Herru, fyrst af leikonni Amundu Bynes, vitið hvað það er? Já. Búin að leika í mörgum svona unglingadrammyndum. Ég ætla ekki að sigur á þetta, unglingagelgjumyndum. Nú komin í heroinni eða? Hún er búin að vera svolítið slöppgreið. Hún var lögðin á geðsjúkrahús núna fyrir 2 vikum síðan. Hún var að ráfa eitthvað staðar á Hollywood Boulevard eða Sunset Boulevard eða hvað sem þetta er. Hún bara að ráfa þarna meðan nótt sko. Með matinn út á kinnar og það kom bara einhver bíll, sótt hana. Góða, fór hún á geðsjúkrahús en hún lét útskrifa sig. Sem sagt núna fyrir 2 vikum síðan, fyrir nokkrum dögum síðan, en hins vegar það var gegn ráði læknis. Læknirinn sagði að hún ætti mjög langt í land með að ná geðhilsu. Já, það var að gera að tjekka sig út. Þannig að hún ákvaði að tjekka sig út og hún er... Það er öllu skýtsamum að Amundu Bynes er ekki farið reynt að slúður. Ef þetta ekki með Miley eða... Ég byrjaði með ekki þetta ógeðslega Miley. Til Miley? Ógeðslega Miley. Ég er myndið að tala um það, Amanda Bynes. Já. Hvað er málið með unglingsstjörnur? Sem byrja svona frægar, ungar, Macaulay Culkin, Lindsay Lohan
Britney, Justin og fyrir síðan bara allt í abaskitt. Trú Barrymore var fyllibitt 11 ára sko. Leiki fæi startar 8 ára, bara 3 mánuðir seinna orðin alkoholisti. Síðan girtu sig. Nú girtu sig. Það bara hannig. Þetta liðið missi sig, það eitthvað. Það á næsta, það tengist tónlist. Eitt vinsælasta lagi á síðast ári, Blurred Lines, með Robin Thicke og Pharrell Williams. Þeir sömdu lagið. Það var náttúrulega reyndar, alveg skjálfilegt. Það búið að kæra þá, þið vissu því, út af einhverju lagi sem að Marvin Gaye á. Já, ég hef heyrt af því. Búið að kæra þá og nú var dómar í gær að vísa þessu á kviðdómendur, sem sagt nú fer þetta fyrir rétt. Já. Dómar ekki dröllu sama. Hvað er þetta ekki með slúður Miley eða Kardashian eða Bruce Willis eða Blurred Lines? Það var búið að vara mig við. Við getum drullu sama. Agli í þessu. Vil ég fá heyra byrjun á þessu? Hvað þetta er? Þetta er lagið sem að Robin Thicke átti að hafa stólið. Þetta er rosalega gott lag sko. 100% stólið sko. Þetta er gott lag. En eðlilega stæla þessu. Já, en Robin Thicke sagði samt að hann hefði verið svona eiginlega undir áhrifum læknadóps allan tíman með að vera að semja lagið. Á hvaða lífum varst þú eitt þegar þú samdi Pump? Ég var bara góðu kreatinni. Mestendasklöf, þeir lífið sér vel í gangi. Þetta er ég að predika heilbrigðan lífstíl í lögunum mínum, Rikki. Það er bara hannig. Herðu, síðasta, Justin Timberlake, Jessica Biel. Já, Þeir eru að koma með Baby. Já. Það er bara leið og Egil komið og þá bara að henni trendsetter. Og ganga eitthvað illa hjá hann leggur línuna og þá bara bætast í hópin sko. Justin Timberlake, Jessica Biel og JT. Hann er búin að vera lengi, þeir eru búin að vera lengi að reyna og hann er búin að þurfa að standa sig ansi mikið í stikkinu. Já, JT, Gilsi, en Justin Bieber. Justin Bieber hann getur ekki hugsað sjálf á sig sko. Það er að finna frétt með Miley og Justin Bieber. Nei bara, þú veist, þú myndir þekkja sko, þekkja með eitthvað, Rikki, þá veistu það, ég vil slúður Miley, Kardashians og kannski Bieber sín. Það var eitthvað smá slúður Kardashians. Þú veist með eitthvað Blurred Lines, Amanda Bynes og eitthvað, þú veist, ekki í lagi með þig og þú fram með þess, fara ekki að fara slúðrið? Akkur tók ég ekki slúðrið? Akkur tók slúðrið? Góð spurning. Það hefur verið álveru slúður sko. Já, og það hefur verið slúður Justin Bieber, Miley og... Já, það hefur verið álveru slúður. Kardashians. Það er bara hannig. Og Kardashian. Hvað er næsta lag hjá þér, Egil? Ít og play. Do you wanna dress up in a costume and have a hell of a time? Afmælishátíð Tölvulistans byrjar á morgun klukkan 11 á Suðurlandsbraut. 100 ótrúleg afmælistilboð og fjölskylduhátíð alla helgina. Ingo kemur klukkan 1 og stýrir Minute to Win It þrautum þar sem allir geta unnið Toshiba fartölvu, nýja iPad Air Mini, gjafa áskrift að skjá einum og skjá krökkum, auk glæsilegra vinninga frá Nova Sirius. Öll börn sem koma fá nammiglæning og frútsjút. Komdu og fagnaðu með okkur helgina. Tölvuverslunin þín í meirinn 20 ár. Tölvulistin. Euroshopper orkudrykkur kynir myndina John Wick. I'm not afraid John Wick. Hörku spennumynd með Keanu Reeves í aðalhlutverki. Leigumorðinginn John Wick ætlar að ná fram hefndum gegn rússnesku mafíunni. Gagnrýnendur eru sammála að John Wick sé frábær hasarmynd. John Wick. Sýnd í Laugarásbíói, Sambíónum Egilshöll, Álfabakka og Borgarbíói Akureyri. Breaking Bad eða True Blood? SMS í 1909 eða 1909.is. Þú klárar málið. Við leggjum inn á þig. 1909.is. Þegar þig vantar smálán. 1909. Við erum búin að skreita jólamatselana á slipparnum og setja upp glitrandi serjur af litríkum kokteilum. Hlakkaðu til jólana á slipparnum. Góður, betri, bestur. Það eru 9 heimilispakkarnir okkar. Einfaldaðu málin og fáðu netið, heimasíman og sjónvarpið í spennandi pakka hjá okkur. Þú getur meira með símanum. Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís? Þá er heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakkrís er komin í verslanir. Prófaðu allar tegundirnar. Nóa lakkrís. Rétta bragðið. Bill Gates hefur aldrei svo vitað sé tekið smálán með því að senda SMS-i 1902. Ert þú næstríkasti maður veraldar? Hélt ekki.
Smálán fyrir venjulegt fólk. Pilsudagar í Pilsuvagninum Laugardal dagana 15. til 31. október. Pilsa og kók á aðeins 450 krónur. Pilsuvagnin Laugardal. Hrekkjavakan á næsta leiti og því verður blóðug helgi á bíóstöðinni. Eitthvað sem fær hárin til að rísa. Þú finnur bíóstöðinni í skemmtibakkanum ásamt ljóshraða interneti og heimasíma fyrir 9 krónur. Það áskrift á 365.is. 2 harðir og 1 mjúkur. FM 95 blöð. Alla föstudaga. Já, það held ég FM 95 blöð hér á föstudegi. Það kemur 2 harðir og 1 mjúkur. Er þetta ekki öfugt núna? Er ekki 1 harður og 2 mjúkir? Rólegur. Nei, Tatman grótharður sko. Þú ert þetta mjúkur. Æ, mig. Þegar Richard verður jafn sexy og ég og jafn harður. Fertur. Hvað ertu gamall ekki? Ég að vera 30. Ekki orðin 30. Hann gæti verið sko 15 árum eldri. Það er ekki missa okkur að það er búið að pakka Richard saman. 2024 ringjum við í Richard og fáum mynd á hann. Það er ég sem setur stjórnborðið sko. Það er þetta rétt. Við erum góðir sko. Við þurfum að passa okkur. Herru, það kom að elsta dagskrárlið í FM 95 blöð og hann er búin að vera hvað í ykkur samfleytt 3 ár. Sturlaða staðreyndir. Ég veit ekki hvort þú sérðu þær í dag. Já, er eitthvað sturlaða staðreyndir eftir til þess að segja? Ég ætla að segja. Hvað? Í alvöru? Þú ætti bara að græja það. Ég get að græja. Ég var alltaf einu uppáhalds. Ekki byrja. Ekki þú geta slúðrið, sturlaðar. Akkur gerður það bara ekki? Ég ætla bara að vona að það ekki skitt. Ég var einu uppáhalds. Á ég að segja þér. Hákarlar veikjast í. Já, hann er góð. Jón Gunnar, kom eina góða. Hvað er maður? Þessar sturlaða staðreyndir sem ég er að koma með, sama hversu góð er að verða, hann er bara raun niður núna í lokinu. Það er 100%. Það er ekkert nógu gott. Nei, ég alls ekki. Þetta eru góðar sturlaðar, ekki bara raun niður. Herru, byrjum á fyrstu. Egil, þú ert mikill dýravinur. Þetta er eiginlega fyrir þig. Já, takk. Vissu þið, höfrungar sofa með 1 auga opið. Já, það er svoleiðis. Sturlu staðreynd. 1 auga opið. 1 auga opið. Það var ekki fínt að geta verið var sig á nætunar, verið bara með 1 auga opið. Það ná samt svefni. Það getur hákallar dottið inn og svona þurruður manna og þetta make bara sense. Já, það er rétt, já. Næsta, rifbein í líkama manns hreyfast 5 miljón sinnum á ári. Rifbein. Þú hreyfast þú andar, vantanlega. Já, í hvers getur sem þú andar, hóstar, hnerrar. Þetta er 5 miljón sinnum, þá eru rifbeinir að hreyfast. Þetta er einhver fyrir bodybuildurinn. Já, ég ránaði með þetta. Hinga til þetta ekki bara að skýta. Ég við ekki að þú ert að gera góða hluti. Einlægt hissa. Og að því vorum að tala um að hnerra, það finnst nú svona flestum þægilegt að hnerra. Vissu þið hvað hnerri fer hratt út þér? Ég segi 130 km hraða. Jón Gunnar? 200. Svona þið eru svona mitt á milli. 160 km hraða. Mitt á milli, ég var nær. Allt niður þig. Man hnerra á 160 km hraða. Og 160, hann sagði 200. Ég meina 40 km hjá John Gunner, 30 mér, victory. Já, Sigfús Stafrængur, hvað er að þér? Hvað er að þér? Talaði ekki samt einhver að hnerra gefur manni 5% fullnæðingu? Kannski er að meira á þér eftir fertugt? Miklu meira. Bara miklu meira. Að hnerra væri 5% fullnæðing? Já, einhvers staðar heyrði ég það. Hvort það ekki verið í stjórnum staðrendum? Já, kannski. Alveg öruglega. Karlmaður, hann er 6 sinnum líklegri til þess að vera fyrir eldingu heldur en kvenmaður. Why? Ég spyr, akkurri? Getur ekki útskýrt það? Það er væntanlega bara búið að tala við fólk sem eru actually orðið fyrir eldingu og það eru greinilega 6 fyrir kallmenn. Nei, það er ekki bara því að kallmenn eru meðaltali hávaksnari en konur. Ég tippa það. Og nær hérna... Vá, þú er bara eins og Sigur H. Richter. Nær eldingunni? Já. Vá. Þetta meikar ekki sensa? Nei, þetta meikar... Þú ert doktor í þessu sko. Ég veit með þetta er mín ágæskun. Meira dýr, sumir froskar geta ítt auganu úr sér niður í háls til þess að koma fæðu niður í maga. Nei. Nú ertu farin að tala með raskatuna. Nei, Egil, þú nú afreka margt á lífsliðinni. Eitthvað sem þú ætlar að æfa því? Nei, ég fer líklega ekki þetta. Þetta er spes. Já. En dýra staðarend, þetta er vel gett höður. Já. Svo er hérna, lærbeinið í mannslíkamanum, það er sterkar en steipa, vissu það? Það er bara hlutir. Það er sterkar en concrete. Það hlýtur að þurfa einhvað átt til þess að brjóta lærbeinið. Þú ætti nú að vita þetta, ég ert ekki múin að læra íþróttafræði og... Það var ekki að tala um að lærbeinið er sterkar en steipa þar. Þú mættir ekki þann tíma. Nei. Svo kemur hérna, tengt mannslíkamanum, þegar þú fæðist, þá ertu með 300 bein í líkamanum, en þau eru aðeins 206 þegar þú ert það bil hálfnaði með æfina eins og Jón Gunnar. Það er rétt. Hvaða bein var Jón Gunnar að missa?
Ekki hárið Missima bara bein? Það er ekki bein í hári. Nei, augljóslega ekki hárið. Hvaða bein Jöðan ekki með núna? Ég væri til að sjá það. Hvaða bein Missima? Það fæðist með 300. Þetta eru 94 bein sem eru búin að missa þarna á 40 árum. Og bara 40 ára setna, já. Rikki fer ekki að ljúga þessu? Nei, ekki séns. Nei, þetta er á mjög virtri sturlaða stærðendarsíðu. Hér kemur einn skemmtilega sem við höfum allir börn í dag. Þyngsta barn sem hefur fæðst sem vitað vó 6,8 kíló eða 27 merkur. Það var svo lítið Rikki. Ég var með þetta að skrifa hérna og nei, það var ekki ég. Þetta var Rikki. Ég þekki minn mann. Hvað varstu í merku og hvað þið? Þú verið alls svona 30 merkur. Ok, hvað varstu samt? Ég var 15 merkur. Dóttir mín var 17. 27 merkur er rosa. Munið hvað ykkar var? Ég man ekki sko. Ég var 13. Þín var nú tiny. Já, hún var 11. Tiny. Hún var 11? Tiny little girl. Já, ok. Ég man ekki hvað mín. Það er alltaf svona síðan þú átti börn í Jóngunar. Jón er búið með, þetta er alltaf, sko, hann er búið með hann að pakka. Hann er ekki bara að skipta kúkablöðu aftur. Já, nú fæ ég SMS frá fyrirrandi. Veistu þetta ekki? Ég man ekki. Svo síðast það í lokin, eitthvað sem fyrir oft í taugarnar á manni, það eru húsflugur. Hvað er meira pirrandi en fokkin húsfluga? Já, geitungar, kóngulær til dæmis. Æ, húsflug, þú ert að borða, það er ykkur húsfluga yfir seriósinu hjá þér eða Ég er meira pirraður að geitungu væri yfir matnum en húsfluga. Já, geitungar eru óþólandi. Manni finnst alltaf eins og sama flugan vera hangandi inni hjá manni allt sumarið, en það er tölfræðilega ekki hægt þar sem að húsfluga lifir aðeins í 1 mánuð. 1 mánuð? Hrossafluga lifir í sólarhring? Nei, ég hef ekki skráð svona 2 sólarhringa með húsaflugum, sko. Já, það er lifa bara í sólarhring. Það er athyglisvert. Það er góða sólarhringur, það er ekki það. Er þetta eitthvað virkilaður í lífinu þá, sko? Hrossafluga samt, sko. Ég hata hrossaflugur, svo flugandi kóngular. Herru, framöndan fyrir að styttast í, eitt sexy. Er ekki sexy þema í þættinum? Jó, Hilmir Snær ætti að fara að detta þetta inn. Það verður veistla að fá hann. En þú ætti að sjá tónlistinni þættinum Egill og það er komið að næsta lagi. Já, ég ætla bara að hunt for the bass núna. Þetta er enga sjansa. Bass Hunter. Á förstu degi, Bass Hunter og All I Ever Wanted. Wow, þetta var randið kynning. FN95 blöð, mínus blöð. Hér eru 2 glerharðir og 1 dúnamjúkur. Ekki reyna þetta, varst þú ekki að fá Snapchat frá ykkur nú? Jó, ég var að fá Snapchat frá Bubba Mortens. Ég var á bútaður. Hann hitti mig náðan. Já. Nenni ég að fá það eða? Hann æfir líka, sko, 2-3 tíma á dag. Já. Bubba. Já. Og hann er 60. Hann er 60. Hann er með 20 ára á þig. Hann var basically látað að heyra það. Hann var látað með heyra það. En hvað var Rikki þá að gera? Hann er 23, sko. Já, en allt í núna 23 ára lít samt út fyrir að 15 ára eldri en Jóngunni. Jésús minn almáttur. Það er engin fyrir þér. Hrekkjavakan í dag var að heyra í auglýsingu núna að Bíóstöðum verður með eitthvað svona Halloween þema, svona hreytingsmyndir og svona. Þú ert með ball á morgungilsi eins og flesti vita. Það er bara hárið eftir þér. Ég er búinn að taka mikið eftir því á Facebook. Það er búið að vera fín, ætla ekki að segja fín, búið að vera fróðleg upphittun. Þú ert búinn að hita upp svona frá hvað, 7 búið að telja niður dagana. Þú ert alltaf í öðruvísi búning. Þú ert búinn að vera rauðningskapi, flugmaður, Rambo, hillbilly og IKEA starfsmaður. Já, það er reynda, mér fannst það best sko. Já, ég var IKEA starfsmaður. Má ég spyrja einu, ég veit þú varst að vinna IKEA og varst lagamaður og það hefur kannilega verið mjög góð tími, en ertu svona sem í andlitið þeirra? Það var frábær tími. Nei, ég er ekki í andlitið þeirra, en bara... En hvenær, ég hef farið í IKEA, allt of oft, og ég hef aldrei segið einhvern í þessum búning. Ok, en það er vaffhálsmáls... Þetta er akkurat kjarni málsins sem ég var að spyrja það. Ég sá þess að mynda þér. Það virkar bara eins og sért með bumbu í þessari peysu. Akkur? Já, þessi bólur er ekki hjálpaðir. Sér ekki hann er útstæður einhvern veginn? Jú. Já, ég er enda svona 5% svitað þarna sko. Ég ætla að posta þessin á FM Facebookið. Þetta getur ekki bara kona mín, hún var að mynda að horfa á þetta í gerð. Er þetta nýmynda á hann með það? Já, hún var hissa. Virka bara hálf feitur saman. Já, ég er með solid six-pack undir hann. Það bara lítur á slæmt sjónarhótt. Ég er helt skaðan. Sér ekki samt hvað úr útstæður eða? Nei, Rikki, þú ert 35% úr 20. Dreftu mig ekki. Nú er það 20? Hvað, 17 ára næst. Herru, þetta ball hér á morgun, er þetta ekki fyrsta Halloween balli sem þú heldur? Jó, fyrsta Halloween balli mitt. Þetta er fyrsta Halloween balli á Gilsson? Já, ég tók ekki þátt í þessu fyrra. Þannig að ég er að koma með að bengin í þetta. En annað, búningurinn morgun, ætlar að vera allir þessi gæi á einhverjum tímapunkti? Nei, Richard, vilja hann að skipta alltaf um. Fáum við skúp? Hvað var það? Nei, þú farið ekki. En ég ætla að gefa, út af ég er í gjafastuði, og eftir ætla ég að lesa upp nokkur nöfn hjá fólki sem ætla að skella sér í partíð á morgun, og ef fólk ætla að taka þátt, bara viðbögun á Facebook, skrifið Egill Gils í search, farin á síðuna mína, takk ég þátt, ég dreg út kannski milli 5:30 og 6, gefið fólki.
Alltaf stuðið að gefa. En Hilmir Snær, svo miklu meistari, þetta inn. Já, og við ætlum að fá næsta stöðlag, og hvaða stöðlag það? Já, var ekki búin að senda á því? Jú, ég með þetta allt klárt hérna. Já, þetta bara besta móbílagið. Ég er enda aðdáðanda móbí, þannig Gilsarinn að gera góða hluti. Já, besta móbílagið. Eitt af play. Alla virka daga á FM 957. Afmælisháttíð tölvulistans byrjar á morgun klukkan 11 á Suðurlandsbraut. 100 ótrúleg afmælistilboð og fjölskylduháttíð alla helgina. Bingo kemur klukkan 1 og stýrir Minute to Win It þrautum þar sem allir geta unnið Toshiba fartölvu, nýja iPad Air Mini, gjafa áskrift að Skjá 1 og Skjá Krökkum, auk glæsilegra vinninga frá Nova Sirius. Öll börn sem koma fá nammiglæning og frútsjút. Komdu og fagnaðu með okkur helgina. Tölvuverslunin þín í meirinn 20 ár. Tölvulistin. Smára Tívolí og Pepsi kynna Hryllingshúsið 31. október til 2. nóvember. Bókaðu tíma í síma 854 6555 1200 krónur inn. Ert þú með stáltugar? Þú ferð inn á eigin ábyrgð og engar endurgreiðslur. Stránglega bannað innan 16 ára. Getur ekki ákveðið hvort langi í borgarferðið á Sólarströnd? Fyrir 320 krónur og með smá heppni getur látið útbúa fyrir því engaströnd. Í París. Eurojackpot. Föstu dagur til 4. Grafir og bein. Á eitthvað hræðilegt eftir að gerast. Ljósið dagur, daglegt. Alvöru íslensk draugamynd sem þú vilt ekki missa af. Grafir og bein. Komin í bíó. Ekki missa stærstu rocktónleikum ársins. Slash ásamt Miles Kennedy og The Conspirators í brjáluðum rockýr í Laugardalshöll 7. desember. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú boðið stórfjölskyldinu í 2 mánaða ferð til Suðurskautsins á meðan þú slakar á í Karibahafinu. Eurojackpot. Föstu dagur til 4. Hámaðu í þig með hreina samvisku. Safran. Skráðu bíliðinn á bíló.is. Höfðahöllin, Funahöfða 1. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Það ég FM 95 Blöð hér á föstu degi. Engin Öddi í dag, eins og flesti vita. Hann er í öðru verkefni, Ísland Got Talent, og á móti mér situr Egill Einarsson og Jón Gunnar Gerdal, og við erum komið góðan gest í stúdíóð, Hilmir Snær Guðnason. Sælir drengir. Velkomin til leiks. Hvernig ertu? Ég er bara góður, þokkalegur. Ekki? Jó. Já. Ég myndi taka með putta þegar við erum með röddina að Hilmis. Já, ég er búinn að taka mér alla puttana. Þetta er rosalega. Hvernig hefur það, mestari? Ég hef bara gott, sko. Ekki? Jú, bara tiltölulega nývaknaður og góður, sko. Og það er allt í gangi núna. Tiltölulega nývaknar, þú náðu því ekki. Já, þetta er leikaralífi. Ég þekki ekki leikaralífið. Já, þú þekkir það. Fylgja að vera leikari, tónlistamæður, það er sólarhringur snýst við, sko. Já. Það er heim eftir, sko, sýningar og svo fer maður í 12 til 4 og þið veitir hvernig þetta er svona. Það er ekki nóg að gera hjá þér, Hilmir, þessa dagana. Já, það er búið að vera svolítið að gera núna. Já. Það er hérna farsi sem við erum að frumsýna í kvöld í Borgarleikhúsinu og svo er náttúrulega búið að ganga á hérna með kvikmyndafrumsýningum þó að maður sé náttúrulega löngu búin að sko ágreiða vinnuna í samband við það. Já, tekið upp sko fyrir einhverju ára 1,5 síðan eitthvað sem við erum talað um Borgaríki 2 sem er í bíó. Svo fer maður einmitt alltaf í viðtöl út af þessum kvikmyndum að maður ekkert hvað maður var að gera og hvað karakterin heitir eða neitt sko. Nei, en þú ferð á kostum í Borgaríki 2. Þakka fyrir það. Já, gaman að þessu. Ég var alltaf mikil Hilmir Snær grúpja sko. Sá fulla var sá grjótdeild í Þjóðleikhúsinu fyrir að hitti fyrir það sem að þú og Stefán Karl fóru á kostum. Og ég var bara eins og 15 ára skríkjandi stelpa sko, ég minnst aðeinslegt. Já, það var skemmtilegt leikari til. Mjög skemmtilegt. En það var það í annað sinn sem við gerum það. Já. En Hilmir er frábær í Borgaríki 2. Hann er grjóthörð. Já, þá veistlu inni. Það er hann sérsveitarmaður. Hann er sérsveitarmaður sko. Já, þetta er eitthvað fyrir því að gera. Já, sýnur við byssurnar eitthvað? Nei, ekki, bara aðra byssur, bara þessar raunverulegu. Já, og lætum menn bara heyra það. Þú darra Ingo svona aðleikar og pakkar hann saman. Þetta heyra það. Ertu að berja mennan eitthvað? Nei, vola lítið sko. Nei, ég er að ráðast inn í hús og svona. Já. Og er ekki gefin fyrir væmni og taka þá í gegn svona með orðum sko. Já. Þetta er mikil töffari, frasakall. Karakterinn starra, hann er svona detti svona væmni, konan hringir í hann eitthvað svona, hann á að segja hann elskar hann og vilja kissa hann og eitthvað sko. Og Hilmir bara svona tekur hann af lífi sko. Það er skemmtilegt. Ertu yfirmaður sérsveitarinn? Já.
enga þolinmæði fyrir væl ekki fyrir væl og drama. Ert þú spiltur eins og flestir í myndinni? Nei, ekki enn sem komið ég veit ekki hvort það verður í næstu mynd. 1-3? Nei, ég held að þessi sé sko ekki, hann bara langt frá því, hann verður aldrei spiltur þessi kvöld. Nei, þetta góð gæi. Það frumsýnt í Borgarleikhúsinu í kvöld. Já. Farsan. Beint í æð. Beint í æð. Og hvað beint í æð? Hvað að frétta þar? Þetta bara svona klassískur velskrifaða farsi, ótrúlega fyndinn og skemmtilegur. Við erum búin að sína nokkra forsýningar, það engin vinnufriður fyrir hlátri. Það er ákveðt. Ég vil líka fyrir leikur svo hlæja, sko. Já, þetta mjög fínt og það holdt að hlæja núna maður, eftir kreppuna og svona. Ekki veitir af. Já, líka dimmt úti núna og svona. Ég segi það. Kalt. Lifta sér upp. Þetta mikil upplifting. Mjög skemmtileg. Okay. Ég var beðin að vera að koma inn á Facebook að því þú ert hérna. Þú slóst náttúrulega í gegn í fósbræðurum eins og flesti vita. Þú ert í einu ódauðlegu atrið á bensínstöð þar sem þú platar einhvern auðmikið gæja til þess að fylla á bílinn hjá þér. Já. Þú manst antal eftir þessu atrið. Já, mér rammar eitthvað í dag. Manstu þegar þú sagðir kannski í næsta lífi auðmingi? Það verið að byrja mig að láta þig segja þetta í beinni. Ég man ekki eins og neitt. Kannski í næsta lífi auðmingi. Kannski næsta lífi, auðmingi. Það var bara að redda deginu fyrir Richard. Það er klárt. En við ætlum að fá þig, Hilmir, þú mættur hérna til ykkur félagana í einn dagskólið. Þú ætlum að vera með okkur hérna félagunum í dagskólið sem heitir Myndur fyrir Cash. Já, og á ég að spila hann trailer eða? Mæntanlegar ekki, þess að maður fari í dagskóliðin. Þá fari Hilmir bara, ég ætla að vara það við, ég bjón ekki til þetta trailer sem Egill lét gera sérstaklega fyrir hennan dagskólið. Já, bara sem ræðilegt. Would you like to have pockets full of cash? Þú ert náttúrulega leikari og svona maður lista, hvað viltu gefa þessum trailer í einhvern? Byrjum á lengdinni. Lengdin sko, þetta er metnaður í þessum trailer, ég ætla að segja það. Það hefur verið lagt í þetta, hann hefur verið svona heila nótt í yfirlegunni sko. En ég meina, jú, hann þarf aðeins að editera sko. Ég finnst það náttúrulega bara lasin en það er náttúrulega bara Þetta er skemmtilegt sko, en maður heldur svona tvisvar að hans er búin. Já, ég held að þrísvar sem sagt. Já. Herru, það er komið að Myndur fyrir Cash. Hvað ættum við margar spurningar á okkur félag? Það eru 3 spurningar. Þetta er mjög einfalt eins og við búið að útskýra fyrir Hilmi. Ég spyr ykkur spurningar væri til að gera ykkur ákveðin hlut og það eru peningar í boði. Ég millifæri beint inn á okkur. Trúið þér. Fyrsta Myndur fyrir Cash í dag fjallar aðeins tattoo. Nonni þekki þau aðeins. Kallað Nonni tattoo? Já. Nei, reyndar ekki. Hilmir, ert þú með tattoo? Nei. Ok. Egil, þú ert ekki með tattoo? Nei, ekki. Ég má mörg. Myndu tattoo er að mynda mér á nakkana okkur fyrir 500 miljónir. $500 million. Jésús, mynda þér. Er það allur líka með þenni að bara andlitið þér? Bara andlitið, bara á nakkan. Á nakkan? Já. Er það meira þá, þú veist, í hárlínunni eða? Já, bara, þú veist, það sem að sést bara beint fyrir neðan, bara nakkinu öðru. Hann er með skýrstu og sést alltaf. Já, núna bendir hann nefnilega, hann er sko að ruggla þessu saman. Ég myndi gera það á nakkan, já, það er undir hárið, skilur. Já, ég er sköllóttur. Vona ég myndi ekki vera sköllóttur. En ég menn þú bendir á hálsina. Segjum þá frekar bara aftan á hálsin til þess að hafa þetta alveg pottitt. Þetta myndi sjást svona, já, frekar oft. $500 million. Mætti ég ekki vaksa sítt hár og yfir það? Jú, mætti alveg gera. En þú ert bara með tattoo á mér. Já, bara með skýtsa, millifærið bara strax. Ég má safna hári og hafa yfir andlitinu. Alltaf þú semst að vera með sítt hár sem sagt 500 kúlur 500 miljónir. Já, það má gera eitthvað fyrir það. Jón Gunnar, nú hefur þú til dæmis ekki þann luxus að geta að safna hári. Nei, þannig ég væri bara fastur með plaggat af Richard G. á nakkan. Það fer svolítið eftir stærðinni, skilji, á myndinni. Ég veit það, sko. Þetta væri eitthvað lítið bara svo að maður fengið okkur tyggjóplötu, sko. Egil segi já. 500 miljónir. En það jákvæð er að hann er með kringlóttan haus, sko, sem er svona, þetta er svona eins og bara basically svo bolti. Svo má alltaf fjalla þessi tattoo setna, skilur. Ég myndi gera það. Já, 500 miljónir. $500 million. Segðu allir já. Já, allar. Vel gert. Það var öðvöld spurningar, Richard. Næsta. Mynduðu vera með krónískt harðlífi í 1 ár fyrir 35 miljónir? Nei. Segðu strax nei. Ekki sér. Egil, með við próteinu sem þú drekkur á hverjum degi, þá eru þínar væntanlega vel linnar. 35 miljónir. Krónískt harðlífi. Þetta er samt í 1 ár. Er ég þá, en sko 12 mánuðir. Og alltaf þetta var að hægja mér, það var í vesen. Já, þú ert bara með harðlífi, það er bara erfitt að koma þess að það niður. Já, og svona, veist, það er smá að vinna. Ég sé svipin á því bara fyrir mér. Það er svona 35 kúlur og, veist, Jón Gunnar, þú hefur fengið harðlífi oft. Hvað ertu lengi að hægja þér? Hvað er meðaltíminn? Reyndar ekki en dagsá. Já, þú heyrði bara, ég sagði strax nei.
Já, þú greinlega lendi í þessu, þú fengið Harley Þú gerir greinlega ímislegt fyrir peninga Gils vegna þess að við erum svo strax nei en þú ert ennþá að velta Þú ert ennþá að velta fyrir, það var erfiðleika með hægðir í 12 mánuði Það er þess að 35 milljónir sko, sem er heillað sko, og vera lengi að hægja sér Þetta er ekkert eitthvað veist, þetta er bara með mokkan, bara slakur sko Nei, þetta er verið góðþægilegt ekki Hence the word Ég segi já þessu Þetta eru 35 kúlur sem ég millifæri Ég tek þessu, millifæri þetta Egil er að segja já Við krónist harlíf í 1 ár Listu vel á Þú komið 535 miljónum Þú ert með tattu á Rikka á nakkanum og þú getur ekki kúka í á Cash in Jónan þetta Sko, og það síðasta reyndar vissi ég ekki að Hilmir Snær eru með þannig að ég kem honum ekkert inn í þetta Egill og Jón Gunnar Mynduð þið fara í sleik við hvern annan í mínúti fyrir 100 milljónir á mann? Ég myndi að sleik við Hilmir Snær fyrir 10 skall Hæsna var ég Fyrir 10 skall Það var einlægni í þessu Þetta ákvæði að Hilmir ekki með Ok, hvað segir þið samt? Ok, hvað, sleikur nána tattu fyrir hvað marga 100 milljónir á mann í 1 mínúti Já, eitthvað styruglaður, auðvitað Myndu við fara í sleik sleik í 1 mínúti og fá 100 Hversu milljónir mikið eftir að dansa á línunni bara Þú hugsar þetta bara Þú veist Já, þetta er 100 milljónir En heyrðu, hann sagði flipsleik Já, þetta er ekki það Þetta þarf bara að vera alvöru, sko Hvað er svona gannisleik? Já, bara við strákarnir heima horf á leikin Tungan á Jóni Gunnari að snerta þína tungu í mínútu með munnvatninu Já, 100 milljónum Og sé að milli fara 100 kúlur á báðandarinn ekki? Á hræðilegt, ekki? Við höfum báðið farið í sleik Ég meina, ég fór í sleik við Benna Erlings í fósbræðum og við fengum bara 50 skall á þáttin Hann væri ennþá í sleik með hann Ok, Hilmir Snær, myndur þú fara í sleik við Egil fyrir 20 milljónir í mínútu? Já, ekki vandamál sko. Rikki, þú ert að gera allt og mikið vesinn Það er ekki allir með homofóbið svo þú Nei, ég er mjög homofóbið sko. Já, ég með það Hvað er sem að vera sleiku félag? Allir já Já, félagarnir sleiki ykkur rugli Félagarnir í sleik United leikurinn á Það er ekkert vesinn Ertu búin að heyra ballinu sem Egil er með á morgun? Ég er bara ekki búin að heyra Hilmir er væri að fara, hann er bara því miðuð með leikrit Beint í æð Þannig að hann kemst ekki En þetta var myndur fyrir KS í dag Endislegt, það er ekki búin að senda það næsta lag, Richard Jú, þú bara ítir að play Hilmir Snær, takk Takk hérlega fyrir komuna Beint í æð frumsýtt í dag, allir í bíó Hvetjum alla til að kíkja á meistarann Já, það er bara að því It's alright, you're ready for the night of your life Stars will shine so bright They say we're dancing the stress away Sætir hambúrgarar og safaríkar steikur Grillhúsið Lavabarinn Happy Hours frá 6 til 10 Lavabarinn Í tilefni af 10 ára afmæli SingStar kemur út glæný útgáfa á PlayStation 4 og PlayStation 3. Nú geta leikmenn notað snjallsímana sína sem hljóðnema og sungið í þá ásamt því að stýra fjöruleiksins með glænýju appi. Hentu partíinu upp á næsta stig með þessum nýja SingStar leik, en hann inniheldur skotöldablöndu af lögum bæði nýjum og gömlum. Meistaramánuðurinn er bráðum búinn og nú hlaupa allir út í sjoppu til að kaupa lottómiða. Lottopotturinn stefnir í 33 meistaralega þolgóðar milljónir. Lottó, alltaf á laugardögum. Þú fær hollarétti eldað á staðnum frá Ginger í 1011, Lámúla og Austurstræti. 1011, fljótlegt og þægilegt. Höfðahöllin, mikil sala, vantar bíla á skrá. Höfðahöllin, Funahöfða 1. Reykjavakan er á næsta leiti og því verður blóðug helgi á bíóstöðinni. Eitthvað sem fær hárin til að rísa. Þú finnur bíóstöðinni í skemmtibakkanum ásamt ljóshraða interneti og heimasíma fyrir milljónir krónur. Fáðu áskrift á 365.is. Alltaf á föstudögum 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Já, þeir eru hlust á FM 95 Blö. Á FM 957 Tatman, Richard og Gilsi með okkur í dag. Já, herðu, ég muni alltaf eftir gömlu þáttunum hérna með Auða og Pétri, fór alltaf í eitthvað sem heitir Vondaatið. Þeir fór alltaf bara tveir í það, mér er alltaf langað að heyra einhvern annan taka Vondaatið. Vondaatið, ég veit ekki Þetta er vond hugmynd. Já, þetta er mjög vond hugmynd. Því að við erum að setja okkur í þetta. Hann sleppur Richard, sko, hvað sleppur hann? Ég veit það ekki, hann er bara rassus.
Þegar ég stjórna þættinum í dag. Hvað eigum við að gera nákvæmlega? Ég var hringja bensinstöð. Vonda-ati er basically þannig að þú veist, þetta er ekki til þess að þetta sé gott at, þetta á bara að vera vond. Þetta á að vera, þess vegna heitir þetta vonda-atið. Þegar ég semst að hringja og vera basically 11 ára að gera símat eitthvað þar. Ok, og hérna, já, ég er búinn að skrifa smá handrit fyrir ykkur. Ég var að hringja bensinstöð, ég ætlaði að kaupa klósettpappír, hann var ekki til, ég keypti með Bóntvist, skeindi við með honum og með sár í raskatur. Hvað er að þér? Hvað er að þér? Enginn nema Richard. Já, allavega það hringdi á þessar bensinstöð að ljúka þessu af, þetta er svona verkefni séu bara að klára. Þú hefur nú sambandi við Skeljung. Hvað er þetta? Veldu 1 fyrir pantanir og olíu og gassi. Skeljungur skipti bara góðan daginn. Já, góðan daginn. Ég var hérna hjá þér í Skeljungi, Vesturlandsvegi í gær. Já. Nema hvað, ég er að fara að kaupa hérna klósettpappír og hann var búinn og hérna drengurinn í afgjörslinni benti mér á að kaupa Bóntvist. Það var semst, hann vildi meina það að það væri fjall. Getur þú komið í staðinn fyrir klósettpappírinn sko og já, ég ætla að gefa samband á þjónustuveri endilega gjör svo Góðan dag. Góðan og blessaðan daginn. Ég ætla aðeins að forðast með hjá þér. Já. Ég var hjá þér Skeljungi í Vesturlandsvegi í gær. Já. Og sérst allar að kaupa klósettpappír hjá okkur, hann var búinn og afgreiðslumaðurinn, drengurinn, benti mér á að ég geti keypt Bóntvist hjá ykkur sem hérna getur komið í staðinn fyrir klósettpappírinn og ég geri það sko og fer heim og hérna hjóla bara í það sko, nota hann og hérna ég hef verið betri enn í dag því að hérna maður er komið með eitthvað sár og ég ligg hérna bara inn á maganum hérna á skrifstofu, get ekki setið staðan er akkurat núna svolítið sérstakt atriðið sko, ég hef ekki sátt að ráðfara með einhvern annan á en ég keypti hennar Bóntvist, ég veit ekki þessi drengur það að vera að grína eða ekki, hann vildi meina að það væri fínt sko. Já, heyrðu, frábært. Ég veit ekki alveg hvað maður að gera í þessu. Nei, ég eiginlega veit ekki heldur. Ég ætti heima þarna rétt hjá og var í ykkur vesinni sko, drengurinn réttið með bara hennar Bóntvist þarna. Ég er bara með stæðar hennar sár. Já, það er náttúrulega ekki gott. Heyrðu, býta aðeins, til að sjá hvort hann Logi, hann er hérna yfir þessum snillingum, býta aðeins. Það er þrýr. Hvað ég anskotaðum á ég get ekki tekið þetta þriðja gæjan sko. Ángríns sko, ég get ekki tekið þetta þriðja gæjan. Ángríns. Ég takk þetta þriðja gæjan. Það fór yfir að vonda þetta í versta. Ég ætla að senda þér eitthvað annað. Þetta hefur aldrei komið upp á borði. Hver veit fá þess að fyrirspil? Hvað er að? Logi. Logi? Já. Já, sælumblöðsöður. Ég hringja hérna, ég var í Skeljungi, Vesturlandsvegi hjá þér í gær. Já. Og ætlaði að kaupa hérna klósettpappír sem var svo ekki til og afgreiðsludrengurinn benti mér á að ég geti keypt bara Bóntvist í staðinn. Og já. Og hérna, það er svolítið ég skila á hlægir, maður hefði ekki sátt að kveikja perunni hann í gær, en kannski drengurinn hafði kannski eitthvað fýblast í mér, ég veit það ekki, en ég fór heim og notaði hana Bóntvist og ég get ekki setið í dag, ég er með eitthvað stærsta sár sem ég séð, ég er raskatinn, það er nú bara hannig. Ég skal trúa því. Og hérna, ég veit ekki hvað maður á að gera í þessu, þú veist, ertu með eitthvað lausn í þessu? Nei, ég er alveg, þú kemur alveg á tómu konum sambandi þetta. Já, ég veit ekki, sko, kannski bent bara kannski drengnum á það, svona ef mann er eitthvað að mæla með þessu annað fólk, það er ekkert spes að vera að skeina sig með Bóntvist, sko. Já, herru, ég skal fara bara í það mál. Er það ekki? Þá er bara, ég ligg það bara, ég ligg bara á magarðum minna í dag í skrifstofu, það er ekkert mál. Ég heiti Jón. Þú heiti Jón? Já, Jón Gunnar. Já. Þannig að herru, þetta er slæmt. Já, þú kannski pikkar í þann dreng. Ég pikkar hann upp. Þakka þér fyrir.
Já, bara. Það er klart þetta, maður. Að feina Jónkun. Ég veit ekki, maður. Hvað er að því? Þetta gengur ekki. Þú talaði við fengum 3 manneskjur sögunar, ekki. Þetta er lengsta at sögunar. Þetta er lengsta vonda at sögunar. Ok. Jesús. Það líka að vera skipt í auglýsingar bara. Loga var skemmt. Hann bara hló. Við byrjum hjá dömun á hann og Símon voru svona góð. Já, frábært. Þetta var eitthvað símtali sem ég nefndi að fá á föstu. Ertu klár í þetta, Jónsi? Þetta er skelvilegt. Syngi í ost og smjörsöluna. Já, hvað? Þetta heitir endar Ostahúsið. Er það að hringi Ostahúsið? Já. Og hvað var Nonna að gera? Og Nonna að segja... Kannski hann lýsi þessu hans bara. Ég var að spyrja hvort þessi að selja hnakkost. Já, það er bara... Tundar sem skárun hans ég fekk, ég var að skeina með bóntvist. Já, reyndar, ég viðkjörna, á tvennu illu. Ég smakka hjá félag mínum með daginn. Þetta er skjálulegt, sko. Þú getur bara... Ostahúsið. Jafnlaður á félaginum með daginn. Nei, ég smakka hann hjá félag mínum, róleg. Já, halló. Halló. Er þetta Ostahúsið? Já. Já, ég heiti Egill og ég er með smá fyrirspurn, ég er að leita mig hérna á upplýsingum. Já. Seljið þið eitthvað sem heitir hnakkostur? Sem heitir hvað? Hnakkostur. Hnakkur, skástrík ostur. Nei. Það hef ég hef aldrei heyrt hann nefndan. Já, ok, ég var alveg hérna í einhverju pizzapartíum daginn á félagum mínum og smakka þetta hvítu lítill, svolítið súr. Ég er búin að fara í einhverjar 10-12 búður og það kannast enginn vita, sko. Nei, en hefur þú hringt í ostabúðina á Skólavörðstíg eða sælkerabúðina á Bitruhálsi? Nei, spurðu mig að hendi í það? Ég myndi allavega heyra í ostabúðina á Bitruhálsi, þeir eru með gríðarlega mikið innfluttum ostum. Já, ok, þannig að getur verið innfluttur hnakkostur? Já, að þetta skulle heita hnakkostur og vera innflutt, það veit ég, það finnst mér svolítið skrítið. Nei, ég er þetta sammála því. En það er aldrei langsótt, en maður veit ekki hvað menn skýra svona bara, þú veist. Nei, þetta getur verið þýtt, sko. Svona lokal eitthvað, sko, já. Já, en samt nakkostur, hver væri þýðingi, sko? Já, ok, ég veit ekki. Já, nei, en þú getur allavega lýst ostinum, sko. Já, ég geri það kannski. Hérna, og þá getur þeir alveg, sko, spottað út hvaða þetta getur verið, sko. Þeir getur vitað alltaf um þetta. Það getur verið alltaf, já. Það er ekki málið. Allt í lagi. Takk hérlega. Takk sem leiðis. Já, bless. Þetta var mjög vont. Þetta var mjög vont. Óþægilegt. Af hverju ætti að vera til ostur sem heitir hnakkost? Ég veit það ekki. Af hverju var hann ekki að kveikja perunni? Er hann bara framleitur á Selfossi? Hún hefur aldrei heyrt þetta orð á það. Það getur ekki að ráð fyrir því. En ég var samt með meiri kjánarhól að hlusta á þig. Já, veistu hvað, þetta var erfitt. Þú veist ekki að 3 var í gegnum þetta? Já. Sem er magnað. Þetta var vandað í dag. Ég ætla að segja Egill að hatt vinningin að það. Já, ég myndi að, sko, bóntvist. Íttu bara að play, Richard, kerum þetta í gang. Ok, Jón Gunnar, Egill er farinn. Verður maður ekki að slökka á sem viðbjóði? Þetta er hrikalegt, sko. Ég bara byrðist innlega afsökunar, kæri hlustendur, en við þurfum vist að bíða eftir hann, við þurfum vist að klára hann að viðbjóðina. Þú fær ekki meira af þessu lagi. Þetta er persónulegt lágmark. Þetta er ekki gott. Frábært lag. Nei. Because the Night. Já, gamla lagið. Besta lag sem ég heyrt. 10,000 Maniacs. Já, það er gott. Frábært lag. En það komið að spurt að svara. Já, ég kvíði þessum dagskrárlið ákaflega mikið. Þetta er bara fólk sem er að stæði spurningar sem vil svör. Þetta er mjög einfalt. Ég var samt að heyra, eru miðarnir búinir í Kiss Grillinu og þetta Hendrikstæði meðan náttúrulega? Nei, það er verið að skuttla fleiri miðum upp í Kiss Grillinu. Þannig að það er bara, fólk er bara að skuttla fleiri miðum? Já, þannig að það er ekkert þessin. Lendir þyrla að það var á planinu bara? Já, það er bara þyrla lendin og fær með fleiri miða, þannig að fólk getur verið silkislagt. Hvað ertu með í myndir fyrir Kiss í dag? Byrja á trailernum. Er trailer fyrir þetta líka? Já, ég held að maður er búin að gleyma þessu. Þetta er svona Jón Gunnars. Would you like to have pockets would you like to have? Nei, reyndar ekki. Það setjum allt niður þig. Hvað heitir þessi trailer?
Hversu mikið ertu með allt niður? Er ekki dagskrárstjóri? Herðu, ég er ekki búin að vera hérna með stjórnstjórnin á FM. Ég veit það, ég segi alltaf bara push the button. Já, hann heitir push the button. Are you ready? Is everybody on the floor? Are you ready, Iceland? We put Ertu með allt Are you niður? ready, Iceland? Er þetta ekki Hversu heimskur ertu? Ég er ekki að vera leiðilegur núna. En þú ert að bæta met, Richard, ég að vera vitlaus. En ég bara sé ekki í trailerinn það. Það verður bara að sleppa honum. Hann byrja þannig. Do you have a problem? Já, ég hef heyrt hann. Do you have a question? Findan, eitt spurt og svara vantilega. Frábær trailer. Dagskrárstjóri F957. Hversu mikið ertu? Er þetta rétt? Já, vei. Jesus. Do you have a question? Ég er með spurningu inspiration, Gilsi. Come to me with your problem. I will solve it. Ég feitur og reiki, hvað er ég að gera? Send the question to the muscle man. Ég þrítugur og sköllóttur, muni dögun að líta við mér. Ask the man who is fearless. Send me the questions. Spurt og svara. Er það nú samt eðlilegt að maður rugglist? Þú ert bara með ykkur að 30 trailera hérna bara á lúpu. Hvað er eðlilegt að maður fyrir þetta? Áttu ekki að vera ánægð með það sem dagskrárstjóri. Ég sýni metnaði það. Ég er eini maður sem gerir trailera. Þú er trailer fyrir alla dagskrárlið, sko. Hvað er inspiration, Gilsi? Förum að sé það. Ég er út kallaður okkur. Hver kallaði þig? Bara fólk. Ég þekki alla sem þú þekki. Ég er með 7 mismunandi trailera hérna. Já, út af því ég sýni metnaði. Hver kallar hann inspiration, Gilsi? Þekkir einhvern veginn? Ég þekki alla vinina. Já. Þetta er ekki betið vinið mínir skattamönda. Það er fólk út á götu, ég veist málundir og svona. Er fólk að koma upp að það er inspiration Gilsi? Já. Orðrétt. Ég veit allt og miklum tíma með þér. Það er aldrei neitt spurt þessu. Ok, maður sé. Þetta eru 2 spurningar. Og það eru medium langar, þannig að ég þarf að keyra þetta í gegn. Það er sko, þú getur svarað þessu mesturum minna. Ok. Sæll Gilsi minn. Það er mjög mikill heiður, ég mætti ekkert að kíkja á þig mestari og taka í spaðan á þér. Það var great honor, segir hann hérna. Mestamálið. En ég er með smá hugleiðingar. Ég sé mér pirraður, en samt ekki. Málið er að það er nettur Rikki G í mér. Ég spyr hveitur, kann ekki að klæða mig, segja vini mínir í Svega. Já, akkurat. Ég smjatta þegar ég borða, ég bor í nefið, gleymi stundum að skeina mér, allt þetta sem Richard er þekktu fyrir. Segir þessi meistari. Já. Hérna... Gleymir stundum að skeina þér? Akkurat. Þetta var að bríða sem bara barst inn í dag. Þetta er sent, klára. En hefur þú glemt að skeina þér? Ekki svo ég viti til, en þessi lítur að vera með það á hreinu. Það lestu meira. Ok, það segir hérna, en það sem pirra mig er að ég er 33 ára gamall, hef aldrei verið með konu, ekki einu sinni. Valla farið í sleik. En Rikki er með gullfalleri konu og allan pakkan. Er það bara þannig, ef ég vil vera með konu kendur fyrir 50, þarf ég þá að vera að vinna í útvarpi lýsa knattspyrnuleikjum eins og Rikka-drasli. Verði ég að vera frægur til að lega séns? Mátt endilega spyrja Rikka að það sem ég vissi að hann var með ykkur félagur með dag, hverja Mussi. Mussi. Var Mussi að senda þetta inn? Okay. Heitir hann Mussi? Já, hann heitir Mussi. Hvað er e-mailið hjá hann? Þannig að hann vil meina, ef að Rikki væri ekki... Mussi, Gmail. Mussi@gmail. Já, það er flókið það. Hann vil meina það, ef að Ríkara væri ekki dagskrárstjóri fyrir 957 og búin að vera hér... Það væri hann single og ekki búin að fara í sleik. Það er þannig. Það er vantilega punkturinn á Mussa. Já. Þannig að, já, ok. Hann segir að Rikki að hann er óþungur og hann smjattar og borðar í nefið og gleymir að skeina sig og allt þetta. Já, ég þarf að fara að ræða blöð þessi dagskrárliður hættu En ertu með ykkur, Richard, getur þú svarað Mussa? Með ykkur ráð fyrir Mussa? Fyrir Mussa? Mussi@gmail. Mussi@gmail, já. Mussi bara... Hann ekki bara sækja vinn á FM? Jú, bara endilega. Það er greinilega... Ég heyrist það að vera öll... lausn og allra vanda. En reyndar svona Mussa, þá getur hann horta á Björnfjörðunar ef hann kemst ekki á FM, því ég byrja með minni konu áður en ég byrja útvarpi, sko. Það er haugalí. Það er aldrei haugalí. Hvað varst að gera? Það var fyrir 10 árum síðan. Þú varst eitthvað fann að vinna í celebrity career, það er það ekki? Nei, ekki neitt, ég var í rúmfattalartum en þá veistu að hún elskaði í alvörunni. Það er ekki bara fræðin. Varstu skafinn þá? Ég var alls ekkit skafinn, en ég var ekki eins slæmur ég er í dag, sko. Varstu með strípur? Ég var ekki með strípur, Egill. Það er engin með með strípur um að þú. Jú, ég, Ryan Seacrest, David Beckham og Svavar Örn. Af hverju? Besta sem Egill gerir, það er að fara í stólinn hjá Robba og hvað annað hvert föstudag. Ryan Seacrest, David Beckham, Inspiration Gilsi og Svavar Örn. Og Arna Grant líka stundum. Því líka meistari. En ég þarf að spyrja ykkur 2, út af því að við þurfum að tempo á þessi félagarnir. Það er svo mikið að dagskólaðum eftir, að fatta á tíma. Það búið að leysa fyrir Musa. Kemur bara hérna Sæll Man of Passion, þegar ég frétti að Nonni Plugg var með ykkur í dag. Ó, guð.
Þá misti ég næstu því saur af spenningi. Ég mikill nonna plöggmaður. Ég í menntaskólanum á Ísafirði og með mína plögg þjónustu þar. Nákvæmlega sama og nonni plögg gerir með Ísland. Ef einhver krakki í skólanum þarf að plögga einhverju, ammæli, fermingu eða eitthvað þannig, þá plögga ég því í drasl. Síðan byrjaði mig fyrir 2 mánuði með skólanum að vera með lítinn samlokubás hérna út í horni. Nei, gæti það verið. Það var ekki tattu eftir 12 sekúndur. Ég sérhæði mig í hotlutu samlokum eins og nonni plögg gerir hjá Lemon. Ef það er halda partí á Ísafirði þá hringt í mig, ég læn öll upp í partíð pluss ég pluggaði með plugg þjónustunni. Hvað mistar er þetta? Ég snóðaði mig daginn, alveg sem nonni plugg. Höfum það alveg á hreinu og nonni geti alveg verið með þykkt hár eða mildi. Hann tók bara þá ákvörðun að snóða sig. Það er rétt. Annað en blöðskíturinn sem þurfti að snóða sig þegar hárið hans var farið. Samt illa gert að kalla blöðskítin og það blöð er í fríi sko. Það er illa gert. Okkur þykir vænt blöð. Skeit þarna, Totti. Já. En hérna, já, sett hann með spurningu. En hann er ekki með tattoo. Mín spurning til nonna plögg, hvar að ég fá mitt fyrsta tattoo, hvar finnst gellum geðveikt sexy að gæja séð með tattoo? Hverja Totti? Þetta er best spurning sem ég hef heyrt. Hvar finnst gellum sexy að sjá gæja með tattoo? Þú ert þetta tattoo sérfræðingur. Ég er tattoo sérfræðingur, samloku sérfræðingur og sköllóttu sérfræðingur og plögg sérfræðingur. Þannig að menn sem er að fá sitt fyrsta tattoo, hvar er að fá það? Sitt fyrsta tattoo á raskati? Eða á mjóbakið? Ákveður þetta að fá sér raskati og það sér það enginn. Mjóbakið, þannig að fyrir ofan, svona góðan træpal. Já, fá sér trampstamp væri mjög flottur af Totta í MI. Það væri alveg, því að trampstamp er rosa. Ég veit hvað er Totti þá með þetta maður. Henda sér í íþróttir En hvað er að fá? Það fá síðuna, upphallegin, framhallegin. Síðan er sterkuleikur. Síðan? Já, það er reynda verst í heimi. Ertu með tattar eða? Ég er með smá tattar. Þú ert ótrúlega. Ég held ég vera að eignast barni gegnum auga á mér því ég fekk með það sko. Það er bara verst í heimi. Það er Totti minn og bara farið tattoo á síðuna. Konu vist það sexy segir nonni tattoo og hann veit það. Þetta var stört á svarað. Já, mér líður bara ótrúlega vel eftir þetta líka. Ertu búin að senda mig næsta lagi, til næsta stöðulag? Ertu með allt niðuröðin þar eða? Nei, það er skeit ég. Ertu með allt niðuröðin? Þetta er búin að vera svona... Já, hörðu, það er eitt hérna, ég menna eitt lag núna og ég ætla bara að biðja þeir sem eru viðkvæmir. Þetta lag er svona örlítið í harðari kantunum. Ég verið svolítið í svona flashback-fíli hinga til. Eitt í harðari kantunum. Nei, afsakið, þetta get ég bara ekki leyft. Já, ég bara, veist, hvað er að gera? Bara ekki hér. Ég bara veit að Blöð, hann er örgulega að klóða sér augun en hann er að hlusta núna. Ég ætla bara að gera þetta fyrir hann, sko. Hann er ekkert að hlusta. Hann er bara hérna, Ísland og talent shit. Það er öður. Þetta er bara ómikið, sko, því miður. Já, ég ætla að fá að koma með lagið eftir. Það er 100%. Þið er svo weak, þið félagarnir. Ég kem með lagið eftir. Væmnis. Þetta er enda með 30 million views. Já, 30 million views, það er ekki náttúrulega gott fyrir þið. Það er smá sokkur upp í mig og nonna flögg. Já, smá sokkur, við ekki hana það. Herru, við ætlum að fara í nýjan lið sem að ég og Egil bjóðum eiginlega bara til á staðnum. Já, við erum ekki konum með nafn á hann ennþá. En við ætlum bara að skella, þetta er smá flip, með flipina. Já, ég fíla það. Við ætlum að hringja í, þeir vona sér ekki að hlusta. Nei. Ok, þetta var hringi Svepp og hringi Pétur Jóhann, þeir eru vantarlega uppteknir og við ætlum að skella sama línunum. Þeir halda þessi að hringi hvort annað. Já, það er ekki gott flippa. Jú, það er gott. Það er ekki entertaining flippa. Það er samt mega vandrar að þetta klikkar. Já, þetta klikkar, þá kenn ég þér út tæknimaður, Richard. Ok, nú, byrju, sjá hérna. Koma símanúmeri hérna, ok, byrjum á þessum. Þetta vesena. Byrju, ég ætla að setja næsta hérna. Ok, þetta komið. Halló. Halló. Hörru. Halló. Halló. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segirðu? Ég segi ljómandi gott. Það ekki? Jú. Það er eins gott fyrir þinn minn. Það er ekki annað hægt, sko. Hvaða númer er þú að hringja? Hvað segirðu? Úr hvaða númer er þú að hringja? Ég var ekki að hringja. Hvað segir þið? Var ég að hringja? Nei. Hvað segir þér þetta Péturinn? Já, þetta er Pétur, já. Þú varst að hringja. Þessi sýtlýsingum. Ég var ekki að hringja, var ég að hringja í þig? Það er FM Blöð í dag. Nú, FM Blöð. FM 9 Blöð í dag og það er eitthvað í gangi.
Nei, ég ekki hjá honum. Ekki? Nei. Ok. Nei, allavega, þá bara hringdi síminn hjá mér og eitthvað númer sem ég aldrei séð og þú á línu, ég veit ekki. Ég veit ekki meira. Ég sá bara allt í hérna, þeir eru að tengja okkur saman eitthvað. Já, þeir eru að tengja okkur saman, já. Þetta er hálfut. Þetta er hálfut. Ég veit hvað Djöfull er ég að pakka ykkur saman þarna. Þetta var fyndið, maður. Ég vissi ekkert hvað var að frétta. Hvað var að gerast í þessu símtali? Ég var að tengja ykkur meistarana saman. Þið vissið ekki neitt. Blöður í frí í dag, þannig að ég má gera það sem ég vil. Ég vil að þetta var vel gert hjá þér. Þetta er mjög skemmtilegt, maður. Þetta var æðislegt. Þið er líka veistlega, er ekki alls bara léttir það? Tengja okkur sama. Þú verður samt ekkert á öðrum dögum en á föstudögum. Ég vissi ekkert að þetta væri Pétur fyrst og ég sá bara fréttablaðið að ríkja og bara einhver gæi bara settur ekki að segja hvað er í gangi, maður. Það er eitthvað bilað. Þið voru í dagskólinu mínum, ég eftir ekki að nafna á þetta, dagskólið. Nei. Og líka trailers. Ættu með nafn, Pétur? Já, er ekki komin tími til að tengja. Er ekki komin tími til að tengja? Já. Það er besta nafn sem ég heirt. Ég veit það. Þetta, og talandi að tengja, svo það veitur maður bara að fara að fá sér í kvöld og strax í fyrramúli. Já, ég veit það. Þetta getur verið tvíþætt, margþætt. Þetta er margþætt. You're the man, Peter Johan. I know, man. Takk kærlega fyrir að taka þátt í dagskólinu mínum, hvað var þetta, Peter? Er ekki komin tími til að tengja? Er ekki komin tími til að tengja? Já, við vorum ekkert að taka þátt í hún og við lést okkur taka þátt, við vildum að það voru í. Já. Gaman að heyri ykkur mestar að hafa það gott helgina. Sem leið, takk. Æ. Tífóli og Pepsi kynna Hryllingshúsið helgina 31. október til 2. nóvember. Ert þú með stáltaugar og tilbúin í andvöku nætur? 16 ára aldurstakmark og þú ferð inn á eigin ábyrgð. Bókaðu tíma í síma 854 6555. Það kostar aðeins 1200 krónur. Smára Tífóli og Pepsi. Það er meir en fullt starf að stýra heimili. Þess vegna hefur Síminn einfaldað málin með heimilispökkum utanum netið, heimasíman og sjónvarpið. Pakkarnir 3 eru góðir, einn er betri og annar bestur. Þú velur þann sem hentar best fyrir þig og heimili þitt. Þú getur meira með Símanum. 50% afsláttur í búl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Gerðu daginn aðeins skemmtilegri með Sportlunch súkkulaði. Florida Style eða Texas Style. Hvort líst þér betur á? American Style. American Style. Lottobotturinn er í svakalega góðu formi. Hann stefnir í 33 þrautþjálfaðar milljónir. Lottó, alltaf á laugardögum. Lakkvörn og gljói frá Sonax. Fullkomin vörn fyrir vetraveðrið. Sonax. Pilsa og kók á aðeins 450 krónur. Pilsuvagnin Laugardal. Baráttan Manchester. Rauðu djöflarnir mæta meisturunum. Þetta er eitt af mörgum leikjerinnar. Ekkert verður gefið eftir. Manchester City, Manchester United. Sunnudag klukkan 13:30. Sport 2, enski boltinn. Það eru Coca-Cola, Dominos, 1011 og Icelandair sem færa þér enska boltan á Sport 2. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. FM 95 Blöð. Jón Gunnar Gerdal, Egill Litli Einarsson og Ríkharður með ykkur. Ríkharð. Þennan fyrstu dag í fjárveru Auðuns Blöndal sem eru upptekið við tökur á Ísland Got Talent. Það er hárið rétt hjá það, John Gunnar. Herðu, þetta er ekki komin tími til að tengja. Já, þetta var ríka. Þetta er bara námskomið dagskóliður. Þetta er ekki að gekk fullkomlega. Þið svöruðu báðir að fá svona 2 hot celebrities að svara símanum er hægast að það gert, sko. Já. En spurningin sem brennur eru klá allra vörum í Reykjavík sem er að hlusta, hvenær kemur trailer, Egill? Fyrir... Já.
Tengja. Er ekki komin tími til að tengja? Þetta er mjög góða punktur þar. Það hlýtur komin trailer. Það var að fæða þessi dagskrárliður, Richard. Þú varst að skamma máðan fyrir mjög mikið að trailer, nú það byggðum að gera trailer. Já, ég bara, þú veist, þetta skinnir ekki kalt hann. Ég verði að vikina, þetta var mjög fyndið. Viltu það ekki trailer það? Jú, ég er auðvitað ekki að fara að stjórna aftur. Blöð veit alveg hver dóti er hérna, sko. Já. En hvað er að fara núna, Richard? Herðu, hvort myndirðu frekar? Já, þú sérðu það líka? Já, ég held ég sé bara með 3 skemmtilega spurningar. Okay. Fyrsta, hvort myndi frekar vilja taka strætó restin af ævikar eða hætta að æfa? Þetta er svona kannski auðvitað fyrir nonna plögg heldur en Egil elskar. Taka strætó, vantarlega, þetta er allt niður þér ekki. Myndur aldrei keyra aftur, myndur taka strætó sem eftir að hætta að æfa og vera svo þú, kringlóttur 30. Já, ég kom mjög lengur 30. Já, sko, málega er Richard. Þú veist, ok, þú selur bíliðinn og tekur strætó, þá sparar þig cash og þú æfir, þannig að vera í betra formi, átt meira cash. Já. Þetta er bara auðvildasta spurning sem ég fengi á æfinni. Ok, þú myndir taka strætó út af restina af lífinu. Jón Gunnar, nú þarfst þú nú að fara væntanlega mikið á milli staða. Má maður ekki taka leigubíl samt? Nei, þetta er strætó. Þetta var reyndar, sko... Þetta myndi sökku þetta, ég viðurkenna það. Brjála vesen, sko. Ég elska að setja upp í 421 og vera 3,900, sko. Ég elska það. Hvað er þetta, þessi Cherokee sem kerir það? SRT8. Ég kefti hennar bíl, hann er ekki nálægt í að vera svona kraft mikið, sko. En þetta væri mikið vesen. Af því að mér eigið á eftir eignast ykkur 6-8 börn. Já. Þá, og með þann skara. Hann situr samt alltaf á raskatinn á sama staðinum 10 tíma dag að þjálfa, sko. Það er þetta rétt. Með fjárþjálfun, ég mitt. En þetta er aðeins erfiðara fyrir þið. Ert þú ekki út allan bæ? Jú, ég flakka mikið. Strætó væri vesen. En Nonni er ykkur mesti brauð skástrík Nóakróksvíkil sem ég á æfinni kynnist. Og hann hleypur 10 km undir 40 mínútum. Það takir þig, Rikki, ég er ekki að vera leiðilegur að hlaupa 10 km svona 3 klukkutíma. Ég er ekki að reyna að vera leiðilegur. En Jón Gunnar gerir þetta hleypur á undir 40, sem er ótrúlega. Mér að við að hann er alltaf, hann er ekki helskafinn, hann er ekki feitur, hann er ekki helskafinn. Þú verður komið slagagúlp eftir 2 km. Já, ég get aldrei hlaupið 10 km, en ég er bara 100 metrar á 10 sekundum. Það er bara hann. Það er ekki rétt. Það er aðeins og gæja. Hérna, ég held að myndi velja strætó, þegar maður vill treyfa sér, en strætó væri royal vesen, sko. Ekki gott að þeirra fara út í Ísland og plugga og fara svo að smýra samlokur og fara alltaf í strætó. Já, það væri vesen. Hann er með fólk í vinnu við að smýra samlokur. Hann getur verið með laptop í strætó og svara meilu þar og græða og gert. Þetta er ekkert vesen. Þið segir báðir strætó? Já, strætó. Ok, næsta. Hvort myndi frekar sleikja smjör af tánum á heimilislausu manni eða verið með lykt á puttunum af Osta Cheetos snakki í 1 ár? Sleikja smjör af tánum og heimilislausu manni. Hvernig dettur þetta í hug? Cheetos Osta lykt. Þið viti hvernig lykt er af Cheetos Osta. Við erum ekki snakki öll kvöldir ekki. Við erum í vínbörum og blábörum og kvöldir. Sástu líka hreyfingun hjá Rika. Þetta er bara mándar. Þetta er svona ostakúlur. Þetta er hrikalega gott, sko. Þetta lyktar samt ekki vel, sko. Og það er lyktin af ykkur. Þetta er á puttunum á ykkur í 1 ár. Ég held að það sé betra að vera með skítalykt á puttunum. Ég myndi bara sleikja tætnar á heimilislausu manni alla daga. Já, ég held að. Ég geti sleikt tætnar á heimilislausu manni eins og öllum öðrum. Frekast ekki að tætnar á heimilislausu manni þér, Richard. Ég lofaði því. Það var einlægt þessu. Þetta var einlægt. Þú myndir frekast ekki að tætnar á heimilislausu manni. Þú verður ekki að segja tærðar á hennu. Mjög girnilar í frí fótsnýrtingu mjög reglulega. Og það er ekki með verri tær en blöð. Ég lofaði því. Þetta tær get ekki verið girnilar. Það er ekki hægt. Sko, ég hef séð tærnar á blöð. Það er nú ekkert svona hrikalega eins og þú segir. Já, en tær, strákar. Í alvörunni. Tær get ekki verið girnilar. Er þetta ekki með táfettis eða? Victoria's Secret model er með ljóta tær. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis. En það er margir með táfettis samt. Þetta er algengasta fettisið, John. Táfettis, algengasta fettis. Já, af öllum fettisum, það er táfettis. Ég sverða. Hér kemur að síðast og ég er búin að bíða spenntur eftir þessari. Hvort myndi frekar vilja vera ekki með internet aðgang þar sem eftir er ævikar? Þá er við tölvu, snjallsíma og allt til þess að komast á netið. Eða eiga Matthew McConaughey sem besta vinn út æfina. Ég verði þar með net. Þetta er eitthvað erfið, þetta er spurning sem ég fengi á æfinni. Þetta er alveg beint aðglið, sko. Já. Chilla með Matthew McConaughey. Þið væri bara best buds, það sem eftir er æfina. Ég er orðin mikill McConaughey maður. Mér fannst hann óþolandi. Já. Þá getur við svona 1,5 ára síðan. Hann var í lélustu myndum í heimi, sko. Besti leikari í heimi í dag. Já, í dag. Þannig að ég geti hringt í hann, sendt honum SMS, en ég get ekki chatta við McConaughey on the line. Nei. En þeir eru bara bestu vinnir, þeir eru bara reglulega hittast og hann er að koma til þín til Íslands og þú til hans. Ekkert músi að Gmail. Það er ekkert internet. Það get ekki svara e-maila með net. Nei, þú eru bara að breyta þessu yfir í síðan. Kúnandi verður bara að ringi, að senda SMS. Þú verður ósækjað annað. Þeir ringi inn í borðsíma, sko.
Hringi ekki í gemsan. Má ég ekki þetta en að 3G smá stund? Því miður. En ef þetta var á Twitter? Því miður. Þetta bara búið. En ég að horfa anska bolta og ég var á Twitter. Ég bara að sjá hversu mikill Matthew McConaughey aðdáðan þú ert. Veistu hvað gaman að fara á Twitter til Liverpool tapa og láta Liverpool menn heyra það? Það ræðist. Já. Get ég ekki gert það? Því miður. Þú verður að velja það eða McConaughey. Nú fáum við að sjá hversu mikill aðdáðandi gilsarinn að Matthew McConaughey. Dreftu mig ekki. Matthew McConaughey með smjör á tánum og þið tvei félagarnir heima í flipsleik. Ég neyðist til að velja interneti. Þannig að taka svo margt af mér hana. Það var gaman að chilla með Matthew. Eins og ég held. En ég verði miður að velja interneti. Þú kallaði vinn. Kallaði vinn? Pældi ég að skipta Rikka út fyrir Matthew McConaughey, besta skipting sögunar sko. Já, en það var ekkert að tala um mig og það var internet sko. Það var svona, það var ekki spurningi sann sko. Það var hringi Rikka og villu koma með mér hérna í hádegismat, myndi ekki Matthew McConaughey. Já, bara dett og nana. Wow. Það er gott að vita hvað það stendur og er ég ekki að fara að bjóða þér aftur í hádegismat. En hérna, þetta er búið núna eða ekki? Þetta var rauðsvarað, já. Þetta var reyndar erfitt svar hjá Agliðarni í lókin. Næsta lag sem ég spila á stöðinni. Ég með eina reglu, ég spila ekki lög sem spila á stöðinni sko, því ég sem tónlistina, en þetta er remix, þannig að fólk verður að vera þolinmótt. Ok, endur hljóðböndin. Þá kíkjum við á þetta. Eitthvað ógeðslegt remix af frábæru lagi, hins vegar sem er í spilinu á stöðinni sem heitir Lovers on the Sun með David Guetta. David Guetta innilegar afsökunar á að spila þetta. Innilegar afsökunar. En Negative Nelly. Það er ball hjá þér á morgun, dansiball hjá Gilsa. Stuðlaball. Rétt. Halloween stuðlaball sem er nýtt koncept sem enginn við séður, enginn. En ég var með leik á hann á Facebook síðinu og ætla að ljúka því að, ætla að gefa. Ætla að lesa upp 4 nöfn sem er dutt í lukkupottin. Það er Davíð Þór Traustason, +1. Blómey Ósk Karlsdóttir, hvað segja alltaf +1? Þetta eru bara 2 með að slepptu við bara. Karin Huld Tryggvadóttir og Svanur Davíð Helgason. Geta allir búið félaga með. Fara Halloween ball á morgun, það er bara þannig. Og það kom frétt á hann inn á menn.is að við breytum Hendrix í draugahús og málið er þetta það vel skreitt að kom gámur að drasli sem Halloween dóti og Pappgo er að sponsa ballið. Þeir ætla með bretti af klósettpapír fyrir þá sem skýta í sig þegar það er lappinn. Tekur það rúluna með þér inn? Hefur einhvern veginn heyrt af því að Pappgo sponsi ballið? Þetta er fyrsta ballið sem sponsa. Það er hlýtt alveg. En hvernig átt að skýta bara þú kemur inn? Eitthvað lélegt entrans eða? Nei, þetta er draugahús ekki. Þú skýtur á þig og hræðslu. Og rættu sko. Ég ger mig grein. Já, þú hefur oft skýtið á þig. Já, þú erum nú komað, hvað er ekki, Mussi, ég veit greinlega, ég skeini mér ekki. Mussi@gmail. Hann er með skeiningar og mér algjörlega á hreinu. Þannig að fólkið sem mætur á balla morgun, það er ekkert af ágjör, það verður nóg á klóispappi, sko. Það verður ekkert þessi. En maður sann spyrja, nú er þetta svona öðru, þetta er Halloween stuðlaðaballi, nú farið á nokkur stuðlaðaböll, jú, gerir þetta flott, nefnum að rífa úr og ofan. Það er ekki nóg gott fyrir það. Ertu að spila eitthvað svona Halloween, svona lögum, svo Ghostbusters í einhverju remixi, ertu að fara að bjóða upp á eitthvað svoleiðis? Nei, sko, ég mun ekki spila Ghostbusters á morgun. Einu sem ég get lofa fólki að það verður ekki spila Ghostbusters. Það nennir enginn að koma og hlusta á Ghostbusters og gömul Halloween lög. Það verður bara party. Thriller með Michael Jackson eitthvað svona. Nei, það er ekki, þetta verður party, það er ekki flókið. Þetta er bara stuðlaball. Já, mætir í flippuðu búning. Þetta er bara hannig, það er bara nákvæmlega hannig. Ertu klár með... Og fólk á að sippa sér í Kiss kringluna eða miði.is og ná sér í miða og helli sem í okkur félagum. Það fyrir að styttast í Björn Lind, við ætlum að taka hann í smá viðtal. Er hann ekki bara næstur? Já, hann er ekki grafur og bein, hann er hilsmyndinni. Hún er frumsýnd í kvöld. Mér vantar samt lagfræður gefhöfðingi. Var ekki bara neglaði á þig? Nei, þú ert með allt niðurinn og þú ert búin að vera með jafn mikið niðurinn sem þetta og ég. Hvenær fæ ég lag? Þú færið ekki lag því miður. Ég get ekki gefið þig kannski eitthvað guðskuðslag. Já. Þú ert mikill guðskuðs. Ég er mikill guðskuðsmaður. Aðdáðandi. Er það bara push it eða? Já, bara push it. Tökum enga sensa. Þetta er sami meistar að byrjuðum á. Hefur þig alltaf dreymt að skoða Galapagos-eyjar? Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú skroppið með Sir David Attenborough sem einkaleiðsögumann. Eurojackpot. Förstu dagur til fjár. Bökurnar okkar eru af ýmsum þjóðernum, grískar, marokkóskar, mexikóskar, en alltaf jafn ljúffengar. Safran. Lavabarinn. Happy hours frá 6 til 10. Lavabarinn. 20 ára afmælistónleikar Nirvana-plötunar Unplugged í New York verða í Háskólabíói laugardagskvöldið 8. nóvember. Nánari upplýsingar og miðasala á miði.is. Langar þig í nýjan íslenskan lakkrís?
þá heppnin með þér því glænýr og gómsætur Nóa lakrís komin í verslanir. Prófaðu allar tegundirnar. Nóa lakrís, rétta bragðið. Rísa Halloween helgi á Celtic Cross. Búningagleði bæði föstudag og laugardag. 30 fyrstu sem mæta í búningi fá frían Halloween cocktail. Tilboð á barnum og trúbadorastemming alla helgina. Celtic Cross. Fyrir 320 kall og með smá heppni getur þú séð Titanic með eigin augum. Flakið, ekki myndina. Slepptu henni. Eurojackpot, förstu dagur til 4. Betri næring, betri árangur, betri líðan með Cymex fæðubótaförum. Líkam og lífstíl Kópavogi. Líkamoglífstíl.is. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð, á FM 957. Þú ert að hlusta á FM 95 blöð á þessum föstudegi Reykjavíkurdeginum sjálfum og já, eins og kannski flestir vita þá Egill Einarsson að stjórna tónlistinni í dag. Ég kem ekki nálægt þessu og ætla ekki að setja nafnið mitt við og ég held að Nonni Plögg komi heldur ekki nálægt þessu. Bara alls ekki. Hvað eitthvað að ykkur það? Nei, þú ert að einn maður með... logar allt Twitter og yfir hvað tónlistin góð og þið vælið. Ja, það einn maður með verri tónlist sem ekki þú og það er Hjörvar Hafliðason. Hjöppi endar mjög virtu plötust nú líka. Kallar sig DJ Face. Vá, ég var ekki til að vera í því partí. Það var FM-fólksynning í gær á myndina Grafur og Bein. Já. Svona fyrsta alvöru íslenska hrollvekjan. Ég endar ég gat ekki horta á hann í gær. Okay. Þú ert búin að sjá hann honni? Já. Ég fór á Viðhafnar frumsýningu fyrrakvöld og ég var í svona ákvað stilla væntingum í hóf. Þú veist, þá búin að sjá trailer með stann geggjaur, bara var mjög hrættur í bíó þessu trailerin. Fór í bíó og ég var logandi hrættur allan tíman. Já, ég var að skýta í maður hrættu, ég skal bara viðurkenna það glaður. Og við ætlum að hringja í Björn Hlyn sem einn af leikurunum. Rikki, hringdu þangað strax. Björn Hlynur Haraldsson. Hvernig ertu? Góður. Ég er að spá í að til að vera jafn sexy og þú í dag, þá ætla ég að tala eins og þú. Hvað segir þau? Ég ætlaði nefnilega að reyna að svara eins og þú leikur mig. En ég glemdi. Hvernig leikur hann þig, Björsi? Það er eitthvað svona. Það er nefnilega, maður er ekki orðin, alvöru, listamaður og sérstaklega leikari fyrir svona yngri menn en þú eru að fatta að leika þig. Já. Þú veist, eins og menn að leika, Egil Ólafsson og eitthvað svona sem að liggja vel við höggi, þú veist. Hérna nefnilega, Henni Gau, Hilmar Guðjónsson, leikari, hann er að leika mig. Já. Það að ég sagði svona, yes, þetta er komið, þá er maður loksins, Já, þá veistu á orðinu. Já, en þú veist, maður er náttúrulega líka með, auglýsingarröddina, Já, það er rétt. Vitið þið fyrir hvað fyrirtæki ég les? Nei. Samband við Íslandsbanka. Já. Press 9 for English. Ég ætla að skipta banka bara núna. Rosaleg rödd maður. Það stjórnar ekki veðrinu. En það gerði það. Það var vantilega besta veður í heimi. Þetta er rosaleg rödd maður. Kallinn. Það er búið að vera mikið að gera á þér, Björn Hlynur. Hraunið, nýbúið á RÚV og nú er að Grafur og Bein. Já, hún frumsýnd í gær, já. Já, það var FM-sýning í gærkvöldi. Ég segi eins og eitt leikari sagði sem bara svo brjála að gera. Þetta er allt svona hluti sem ég gerði í fyrra, Já. Þú veist, það er svo mikið að gera núna, maður er auglýsingaspjöldum út allt og maður er að bögast, Þú ert að hot piece of shit, það er svo ert. Það er svo ert, Björn. Nei, þetta er bara já, ég er ekki búin að sjá myndina, Er það ekki? Ekki alveg full. Það er grjótart lúk. Baldi, Nonni Tattoo sem er með þér, hann er búin að sjá hana. Þú ert ekki búin að sjá hana. Það er eitthvað svalt við það. Ég er nefnilega stökk í leikhúsinu, en ég komst ekki í gær. Já, ég sá hann í fyrrakvöld og ég, Nonni skeitt í sig. Ég var logandi hrættur, Í alvegni? Já, ég var ekki viss fyrirfram, Þú veist bara, ég sá trailerin í bíó og fannst hann brilljant og hvaða skellamenn það var og bara mjög spenntur. Og ég var bara rosalega hrifinn. Ég bara, það kom mér bara svona, ekki beint og óvart, ég bara, wow, þetta bara frábær mynd, gekk upp og ég var bara logandi hrættur. Já, vel gert. Hvað eru þið lengi að taka upp svona mynd?
við vorum í mánuð eitthvað, ég manna ekki, ég þarf alltaf að hugsa svolítið tilbaka. Rikki, þetta þurfa að vera professional spurningar líka. Hvernig á Hlynur að muna það? Já, það var lengi að taka þetta. Við höfum verið svona 20 og eitthvað daga að skjóta myndina. Skotin í júni 2013. Mætir hann bara með síku og sólgleru og þá getur eitthvað gæði segir action. Já. Síðan fann heima á þessi bjór, þetta er ekki flókið líf, sko. Já, þeir alltaf voru þarna tveir mjög sexy, þannig að hann og Gísli eru þarna saman, sko. Já, sem er þvílíkur toppmaður. Já, toppmenn. Og Björnlinur er mitt að deyta, náttúrulega bara giftur systir, hans að Gísla. Já. Vissir fólk það? Þetta er gott lúður sem kom með henni, það ekki það? Þetta er góðu mólið. Það veit þetta flestir heldur, sko. Við erum alveg róleg. Já, ég veit ekki. Hann var allavega með síðastu til að vita. En segðu mig Björnlinur, hvernig ætlar að mæta aftur í ræktina hann á hugurðin? Herru, ég bara komst að því daginn að ég held að ég sé ekki alveg nú töff að vera svona massaður, sko. Hver var að ljúga þess að? Já, vel gert! Ertu búin að hlusta á þess að leikara viniðina? Takk kærlega. Nei, ég bara, verið að horfa eins í kringum mig og svona og ég sagði, þá maður eitthvað að vera eins og einhver þrútin grís, þá maður ekki bara... Já, með aflita þá maður ekki bara vera, svara bara, ég er ekki að segja maður, ég er bara að vera eins og einhver slúbert, sko, ég er bara að fara út að hlaupa og svona, ég veit að þú fyrirlítið það. Já, en fyrirlítið, ég veit ekki hann. Ég er nefnilega sko að sína leiki sýningu í þjóðleikhúsinu þar sem ég þarf aðeins að bera mig. Þannig að ég þurfti nú aðeins, ég búið að vera aðeins að svona... Erstu á limnum með það? Nei. Okay. Það vill enginn sjá það í leikhúsi, það er svo mikið. En ég máli að sko, þú ert eitt besti æfingafélagi sem ég hef haft og síðan hættur bara allt hérna að mæta og ég hafði mikla trúaður í bodybuilding. Þú ert alltaf farin að bytta með einhverjum, ég kann ekki þessu skilningu sem sagt. Með leiftingavinum minn. Með alltaf einhverjum mönnum sem ég bara svona pínlítið hræðist. Ég hendi þessum steratröllum út fyrir þig, sko, þú veist það. Alltaf. En ein spurning hérna í lokin hérna, Björnlinur. Ef ég væri gælla og væri að fara á grafur og bein, ertu sexy í myndinni? Líkilatrið fyrir maður að vita það. Nei, það held ég ekki, sko. Mjög gott svo. Þetta var rosalega einlægt. Ég veit ekki hvað ég finnst, sko. Mér finnst þú mjög myndalur. Ég var alltaf svolítið mjög hugulur. Já, honum finnst þetta allir, mjög margir myndalegur og sexy, sko. Óþægilega mikið. Ég margótt þetta, Björnlinur er topp 5 myndalöfti maður landsins. Já, ég þekki konu sem bara er urlast eða heyra hann minnst, sko. Það er urlast bara, sko. Kaffi bara en logar. En meistari, þú fara að kíkja fljótlega aftur í bodybuilding og ég hveti maður til að kíkja á myndina. Já, eftirlega, hérna að tjekka yfir helgina á myndina og sjá hvort að þið verið skjálkaðar úr því. Já, frumsýtt í kvöld, gaman að heyri þér, þú mikli meistari. Það er sömulegis, strákum minni. Á Víðisegn. FM 95 Blöð hér á föstudegi. Það er nú svona það vel að koma að leiða lokum. Við erum búin að vera hérna síðan klukkan 4 í dag. Engin Blöð og ég held að þetta hafi nú bara sloppið ágætlega til hjá okkur félagunum. Ég held að. Já, bara það var partí. Sækjum á partí. Það var veisla. Vorum að tala um Björnlin. Allir að fara hell í sig helgina þannig. Áður við vorum að tala um Björnlin. Þú talaður að þú þyrfti bara 10 skallir að fara í sleik við Hilmisnær. Hvar þyrftirðu? Það var ekki mikill peningur að fara í sleik við Björnlin. Við erum æfingafélagar. Það er ekki sleik og æfingafélag, menn er ekki lægi með þið. Áhver ekki? Ég bara spyr. En bara svona eins og við tala um hann, bara flip, þú veist. En alltaf fárlega myndalur, ég veið ekki hérna. Það er 10-15 skall kannski. Það er búin að myndalegi menn hér í dag. Hilmisnær. Það var svona konsept dagsins. Já, Hilmisnær, Borgriki 2, Beint í æð, Björnlinur, Grafur og bein. Og svo þetta við. Og svo við. En mér varst hápunkturinn þegar við hringdum í Mushroom og Peter Joe og skelltu þau saman. Það var mjög fyndið. Það er bara dagskóli voru að fæðast þar. Já, ég held það og trailer og allt með. Við erum að tala við Blöð. Komið tími til að tengja. Það er pressa á Blöð. Nú er þetta bara komið gott hjá okkur dag. Ég ætla bara að segja hlustundum að fara í flippaða búning og drullu ykkur vippið ykkur á Hendrix annað kvöld og hellum að ykkur. Það er ekki möst að vera í búning. Þú vilt mæta bara töff í jakkafötum og þetta er ekki skammaður. Það búið að skuttla fleiri miðum, við erum búin að fá það staðfest. Það búið að skuttla þeim upp í Kiss-kringluna. Þyrlan var að lenda á kringluna. Þyrlan lendi bara á þakinu. Og það er hægt að kaupa líka miða bara í hurðinni annað kvöld á Hendrix. Og þú sést búin að vera leiðilegur með dónaskap við félaginu. Ég er ekki búin að vera leiðilegur við þetta. Já, með fúkerði í gær og vísi. Þá ætla ég að gera svolítið fyrir Gilsa minna, því mér þykja væntum hann. Ég ætla að enda á lagi sem að verður þér að skapi. Ég ætla að þakka ykkur kjalla fyrir komuna og fyrir þennan þátt. Sömuleiðis, Richard. Sömuleiðis. Gjörðu svo vel. Wow.
Hvað? Wow, that's a good song, man. Good smack maður, Richard. Pásaði fyrir það. Ertu klár fyrir boltan? 215 miljóna risapottur í enska boltanum í boði ef þú tippar á 13 rétta. 1x2 við tippum. Ætlar það að græða eitthvað á meistaramánuðinum? Lottobotturinn stendur í 33 vöðvastæltar og stoltar milljónir. Lottó, alltaf álaugartugum. Þú færð fæðubótarefnin hjá Vaxtarvörum. Vaxtarvörur.is. Gítarhetjan og eðaltöffarinn Slash ásamt Miles Kennedy og hljómsveitinni The Conspirators bjóða upp á rockverslu ársins í Laugardalshöll. Keep calm, eat sushi. Like a boss. Like a boss, yes. Sushi barinn. Pítan, hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipar. Er kallt úti? Þú átt eitthvað miklu betra skilið. Það er frábær dagskrá á Stöð 2 helgina. Margfalt skemmtilegri. 2 harðir og 1 lunga mjúkur. FM 95 Blö. Alla föstudaga 4-6. Já, komið heil og sæl, ég heiti Pétur og heilsa á þessu fallega föstudagskvöldi klukkan orðin 6. 95 Blö að baki, við verum saman til klukkan 8 í kvöld. Í góðan gír.